Komið sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn sem við að þessu sinni tökum upp hérna í Pakkhúsinu í innbænum á Akureyri. Við ætlum að venja að fjalla ýmislegt. Við ætlum meðal annars að fá í heimsókn til okkar einn besta skíðaskautara heims, hvorki meira minna, sem var að taka þátt í sjónvarpsþætti og fékk þar að kenna á þessa skíðaskauta sem víst ótrúlega skemmtilegt fyrirbæri. Við ætlum líka að fræðast tónleika hjá Sinfóníuhljómsveit Norðurlands þar sem þau leika verk eftir Beethoven og Brahms. Við fáum hann Óskar Pétursson líka til okkar en framöndan hjá honum Þorrablót í Skagafirði og tónleikar á Græna hattinum. Við fáum líka hann Eyþór Inga organista til okkar en hann ætlar víst að leika verk í stafrófsröð, hvorki meira né minna. En við höfum fengið til okkar í sófann 2 fulltrúa af þeim sem að halda sýningu undir yfirskriftinni Nú vitund í mjólkurbúðinni og já, hvað getið nú sagt mér þessa sýningu? Þið eruð nokkur sem komið að því að setja hann upp eða hvað? Jú, við erum 6 að sýna og 6 ungir listamenn og við erum flest smá menntuð bara á framhaldsskólastigi í listmálun eða á einhverju listasviði og Dagrún sér að setja hana upp þó ég sé sýningarstjóri og hún svona kletturinn okkar í þessu. Dagrún sem á mjólkurbúðina í Gilinu? Jú. Já. Þannig að hún hefur haft samband við ykkur og já. Bara getum við ekki gert eitthvað? Jú, hún var rosalega hress og hún var mjög skemmtileg með þetta og þetta rosalega spennandi. Og hvað? Hvernig náðu þið saman hópnum? Sko, við þekktumst flest fyrir. Við erum alveg svona listahópurinn í skólanum og svona nokkur sem við þekktum og við höfum syngt sum áður saman. Og þegar það kom til þín, hvort þú vildir ekki vera með, hvað ákvaðstu að fara að gera? Herri, Dagrún hafði samband við mig í desember og sagði að þau voru nokkur að fara að sýna í mjólkurbúðinu og ég eiginlega svona sló til eiginlega svona út í bláinn, sko. Og vissi í rauninni ekki alveg hvað ég ætlaði að gera. En svo ákvað ég að taka fyrir kannski svona neikvæðu hliðarnar í nútíma samfélagi. Og þessi yfirskrift nú vitund, hvaðan sækið það hana? Sko, við vildum bara svona koma á framfæri að nútíminn ekki eins hjá neinum, það upplifir hann enginn eins og þetta rosalega mikil bara hvers og eins vitund sem að kemur fram og við erum all í mismunandi sviði nútímans í verkunum okkar og vildum bara koma því svona frá okkur. Sem heildar yfirskrift og þú ákvað, það neikvæðar hliðar nútímans. Já. Þær eru nokkrar. Hvert fórstu? Herri, ég var svona held ég helst að hugsa bara spillingu og græðgi og svona áhrif peninga og misskipting auðs og svoleiðis. Það var held ég svona mest áberandi. Útgangspunkturinn svolítið. Já. En það er kannski einmitt eitthvað sem töluvert rætt? Já, það er einmitt það, sko. Þetta töluvert í umræðinni, peningar og... Og þegar þú komið með hugmyndina, hvernig kemur henni síðan á framfæri? Hvaða form ákvaðst að nýta þér? Herri, ég eiginlega svona mest bara að mála, bara málari. Og gerir henni ekki mikið annað, sko. Þannig að það er svo sem... Það ekkert bara, sko? Nei, þannig að það er henni... Það kom að sjálfur sér bara að ég myndi gera málverk. Þannig að... Og getur þú lýst því eitthvað? Herri, já, þetta er svona frekar kaotískt allt saman. Þetta eru abstrakt málverk, svona pínu í anda abstrakt expressionistana fyrir miðja öld. Nákvæmlega. Ertu sjálf með verk á sýningunni? Já. Já, hvað ert þú að bjóða upp á? Sko, mér langaði til að taka fyrir samfélagsmiðluna og þessa fíkn sem allir eru með í þá. Við höfum all þörf fyrir að hanga inn á þessu allan daginn og mér langaði til að koma því frá mér. Og með hvað hætti? Með hvað hætti? Ertu í málverkunum líka? Já, ég útskrifaðist af myndlistarkjörsviði í VAFMA núna jólin og ég held að verkið mín falli undir
ákveðið form, bara minimalisma. Það er ekkert mikið á þeim. Nei. Þau eru einföld. En af hverju samfélagsmiðlana? Var þetta, þið eitthvað hugleiki sérstaklega? Ertu sjálf? Ég er Facebook-fíkill. Facebook-fíkill, já. Það er bara þannig. Já. Og eru neikvæðar hliðar á því eða jákvæðar eða hvernig horfur á þetta? Bæði og. Það er alveg jákvæðar hliðar en það er alveg neikvæðar líka. Þetta tengir fólk. Já, jú. En þetta er rosalega tímaþjófur. Já. Já, svo líka margir tala að fólk eiginast upp bara 2 karaktera. Bara í þessari rafrænu veröld samfélagsmiðlana sé ein típa sem einhvern veginn brjótist út en svo í raunveruleikanum eða í efnisheiminum að þá sé þetta einhvern veginn aðeins öðruvísi. Ég hef alveg séð þetta svona einhvern sem bara helvítis ríkisstjórnin og allir statusar eru bara eitthvað þar sem hann er brjálaður og svo hittir maður manneskju og það er bara eitthvað svona, er ekki allir hressir eða? Fólk leyfir sér ofta á netinu hluti sem að láta út úr sér hluti held ég sem að. Svo annað sem ég er allavega áhugavert og margir tala varðandi samfélagsmiðlana er að þar ertu að nota skrifað form, við erum að fara þar sem við nýtum okkur í tjáningu svo miklu meira, augu eða líkamsburðir eða bros eða tónhæð, þú veist hversu margar leiðir eru til dæmis til að segja nei, þú veist, nei, en þetta kemst ekki til skila á prenti þannig að misskilningurinn getur líka oft orðið dálítið mikill. Það er bara eitt nei á Facebook. En fólk reynir nú ýmislegt, fílukalla og já, reyndar þessi broskallar, það er kannski hjálpa. Svona ýmislegt, hástafir, upprópunarmerki. En það eru fleiri með ykkur. Hvað getið þið sagt okkur hinna listamennina? Þau eru öll með málverk nema ein. Já. Karó er með teikningar, þar sem hún tekur fyrir staðalímyndir. Og útlitsstyrkun. Já, útlitsstyrkun. Og síðan er það Vikar sem er í abstrakt expressionisma og hvað? Úlfur, hann er bara í abstrakt. Það er svona fíguratíft abstrakt. Fíguratíft abstrakt, já. Hann tók fyrir hengingu Saddam Hussein. Já. Og Vikar, fyrir ekki? Já, Vikar, hvað var hann með? Og Vikar braut upp, held ég bara orðið núið á einhvern hátt. Já. Ég ætla svo sem ekki að ekki að útskýra fyrir hann. Sko það er náttúrulega, listamenn fara náttúrulega yfirleitt alveg í flækju þegar maður er einhvern veginn að reyna hvað er þetta? Þetta er svona. Og hvað þá að fara að útskýra fyrir ykkur aðra, það er kannski. Já, náttúrulega. Ég ábyggilega auðveldana með að útskýra fyrir aðra. Já, nákvæmlega. En hvernig er að vera bara ungur listamaður á Akureyri? Hvernig er umgjörðin? Hvernig er það? Er allt til alls eða? Sko, ég myndi segja að væri skortur á sýningarhúsnæðum svona fyrir bara unga listamenn sem að kostar ekki mikið eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta er alveg frábært tækifæri sem við erum að fá núna. En annars er þetta bara mjög fínt. Sko. En kannski er maður bara ekki nóg duglegur að leita, sko. Nei, ég held að sé aðeins meiri listamenning hér en eins og kannski fyrir sunnan. Já. Svona aðeins meiri menning og vera miklu þéttara samfélag og minna. Þannig að þekkjast allir inn í. Já, held það sko. Þannig að þetta er bara ágætt. Og fólk tala nú oft svona eins og vinnustofur eða eitthvað þess áttar. Þekkið eitthvað til þess, hvort að það sé? Mætti kannski? Já, það vantar svona svona húsnæði. Finnst mér. Ég er búin að vera að leita núna að einhverju til að leigja bara litlu herbyggi eða eitthvað til að geta málað í. En hingað til hef ég bara málað í stofunni heima. Já. Ég er sjálfur bara búin að yfirtaka bílskúrinn og svefnherbyggin, sko. Það mætti kannski vera einhverjar fleiri vinnustofur. Margir tala það þetta sé þægilegt að vera á vinnustofu með fleiri listamönnum þannig að verði líka til svona einhvers konar kreðsa. Já, nokkulega. En allavega, sýningin er í Mjólkurbúðinni. Já. Og þið ætla að opna klukkan 2 í dag. Klukkan 2 í dag á föstudegi, þannig að þegar þessi þáttur fyrir loftið þá er búið að opna. Já. Flott, og verður opið? Það verður opið þessa helgi. Þessa helgi og næstu, klukkan 2 til 5.
Flott, þá bara takk fyrir komuna og hvet ykkur til þess að kíkja bara við í mjólkurbúðinni í Gilinu og Akureyri. Við ætlum að halda áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.